Þegar við notum ferningsreglu þegar við erum að þátta, þá er náttúrulega ágætt að vita hvernig ferningsreglan virkar. Það er ef ég er með tvo sviga sem eru nákvæmlega eins. Eins og hérna x plus 3, x plus 3. Samlokareglan, þá eru merkin öfug, ekki rugla því saman. Þetta er ferningsreglan. Þá ger ég x sinnum x er x í öðru, 3 sinnum 3 eru 9 aftast, þetta er allt plus, svo ger ég í raun 3 x sinnum 3 tvisvar, af því ég geri x sinnum 3 og 3 sinnum x, það er plus 6x. Þannig hvað get ég gert hér? Jú, ég þátti í tvo sviga og ég geri það þannig að ég set x og x, þetta er 25, það er 5 sinnum 5 og svo er plus og svo kík ég. Fæ ég þetta, já, x sinnum x er x í öðru, x sinnum 5, 5 sinnum x eru 5x og 5x, það eru 10x og 5 sinnum 5 er 25. Er í raun best að skrá þetta svona. Þetta er sami svíinn í öðru veldi, hann er tvisvar. Hér virkar þetta svipað x og x, 4 og 4, af því 4 og 4 eru 16. En hér er plus. Ég get ekki fengið plus 16 nema að gera 4 sinnum 4, bæði plus, eða minus 4 sinnum minus 4. Og af því að minus hér, það segir mér að það getur ekki verið plus og þá þarf ég að prófa mínus. X sinnum x er x í öðru, minus 4x eru minus 8x, jú, passar, og minus 4 sinnum minus 4 er plus 16. Aftur skrái ég þetta svona. Hérna gæti ég hugsað, jú, þetta er y, fremst 3 og 3, jú, y sinnum 3 eru 3y, það tvisvar eru 6y á þetta nú að vera, en þetta virkar ekki. Af því hér er mínus, þá geta svigarnir ekki verið eins og þá get ég ekki fengið 6. Ég get ekki þáttað. Þannig að þetta er í raun bara svarið. Hér get ég farið beint í, ef ég vil, að fara beint í að gera tvo sviga, sem væru þá 3, því 3 sinnum 3 er 9, x sinnum x er x í öðru, og 2, af því að 2 og 2 eru 4, og svo plus. En það er oft ágætt að gera milliskrefið. Til þess aðtöga er ég að gera rétt. 3x og 3x eru 9x. Ég fæ 6x og 6x, það eru 12x, og svo 2 og 2 eru 4. Setjum þetta í ennaveldi. Þetta gengur upp svona.